Heil og sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í heilsumóla dagsins. Eins og ég hef oft sagt áður þá er mikilvægt að við hugsum heildrænt heilsun okkar. En ef við viljum bæta heilsun okkar með því að borða betur, þá er gott að hafa eftirfarandi 10 atriði í huga. Númer 1, og mér finnst vera mikilvægast, borðum til að nærast vel. Af hverju erum við að setja eitthvað ofan í okkur? Þetta er eitthvað eldsneyti, við þurfum orkuna til þess að lifa. Auðvitað er mikilvægt að matur sé góður, en við þurfum fyrst og fremst að hugsa hvaða næringu við erum að setja ofan í okkur. Og borða til þess að nærast vel, það er að setja á okkur besta mögulega bensínið og hlusta á líkamann. Hlusta á líkamann því að hann er alltaf að gefa okkur merki hvort eitthvað sé að fara vel í okkur eða ekki. Númer 2, veljum fjölbreytta fæðu og höfum fæðuna helst í öllum regnbogans litum til þess að fá sem flest næringarefni, steinefni, vítamín og því fjölbreyttari fæðu sem við borðum, því líklegra er að við fáum öll efni sem við þurfum. Síðan er þriðja atriðið, ég kalla það M&M, minni sykur og meira grænmeti. Og minni sykur hefur jákvæð áhrif af því að það hefur jafnar blóðsykurinn okkar og með því að hafa blóðsykurinn okkar jafnan þá erum við ekki að fara í blóðsykurfall og sem að veldur því að við alveg líkaminn öskrar á kolvetni, heldur erum við bara í stöðugri, erum við bara í meira jafnvægi og tökum skynsamlegri ákvarðanir. Því að sykur kallar á meiri sykur. Þegar við örugglega heyrt þetta og það er alveg satt. Gervisætan er ekkert skárri. Hún platar heilan og ég mæli með að hlusta þáttin þarmaflóruna ef þið viljið vita meira það. Meira grænmeti, hlusta á sama þátt. Mikilvægt fyrir líkamann að fá trefjar úr grænmetinu, fá líka öll þessi vítamín og steinefni og næringarefni sem við þurfum. Og til dæmis þá eru þessar trefjar lífsnauðsynlegar fyrir meltingaveginn og svo að hann fari ekki bara að éta sjálfan sig að innan. Númer 4, borðum mat en ekki matarlíki. Ef þú þarft að lesa utan á vöruna þína hvað er inn í henni, þá er líklegra að hún sé unnin. Þannig að veljum helst mat sem hefur enga innihaldslýsingu, epli, perur, appelsínur, allir ávextir, allt grænmeti, hnetur, fræ, ber, flest kjöt og fiskur, nema það sé eitthvað mikið unnið. Þetta er eitthvað sem við ættum að velja og það sem að hefur 20 innihaldsefni, þá veitum við að það er verksmiðju framleitt og ég myndi kalla matarlíki, eins og allar þessar próteinpönnukökur og próteinstykki og allt þetta sem er svo mikið vinsælt núna, það kalla ég ekki mat, heldur matarlíki, þannig að veljum minna af því og meira af gæða mat. Númer 5, veljum hreina fæðu sem oftast og það er það sem ég var að tala það sem hefur engin innihaldsefni, ávextir, grænmeti, kjöt, fiskur, ber, fræ, hnetur, egg og fleira. Númer 6, skoðum innihaldslýsinguna, því færri innihaldsefni sem er í matnum því betra. Þannig að ef innihaldsefnum eins og ég segi, ef það eru 20 innihaldsefni þá vitum við þetta mikið innivara, en við getum líka vitað magnið eftir því í hverja röð það er. Þannig að það sem er mest af því er raðað fremst og svo kollakolli. Þannig að ef að sykur er innan fyrstu 3 innihaldsefnunum þá vitum við að það er talsvert mikill sykur í vörunni og ættum þá kannski að finna aðra sambærilega vöru sem er hollari og betri fyrir okkur. Númer 7, 90-10 reglan, eða sumir kallar þetta 80-20 regluna og hún snýst að borða hollt, hún snýst það hvað þú borðar oftast en ekki það sem þú velur þér einstaka sinnum. Þannig að það er að gera að vera sveigjanlegur og leyfa sér stundum ekki bara að vera einhverju 100% matræði, þá oft springum við bara á limminu og endanum. Heldur þarf þetta að vera eitthvað matræði sem þú getur lifað með næstu árin, þá veistu að þú ert í góðum málum. Númer 8, forðumst öfga. Það er betra að breyta venjunum okkar smám saman og gera varanlegar breytingar til góðs heldur en bara umturna öllu á einni nóttu
en það er oft öfgarnir sem við viljum sjá breytingana bara núna, en þá líklega við gefumst upp og við dettum bara aftur í sama farið. Númer 9, engin boð og bönn, allt er gott í hófi. Og það tengist nú svolítið þessari 90-10 reglu eða 80-20 reglu. Og númer 10, ótrúlega mikilvægt, drekkum vatn. Vatnsskortur getur haft ótal óæskilegar aukaverkanir og áhrif á starfsemi líkamanns og líkaminn þarf vatn til þess að halda sig gangandi. Drekkum sem mest af vatni og sem minnst af öðrum drykkjum. Það er ótrúlega margt hægt að gera til að nærast vel, en þessi 10 atriði ætti að vera góð byrjun og ég skal lesa þau einu sinni í samantekt. Númer 1, borða til að nærast vel. Númer 2, veljum fjölbreytta fæðu. Númer 3, M&M, minni sykur, meira grænmeti. Númer 4, borðum mat en ekki matarlíki. Númer 5, veljum hreina fæðu sem oftast. Númer 6, skoðum innihaldslýsingu á því sem við erum að borða. Númer 7, 90-10 reglan. Númer 8, forðumst öfga. Númer 9, engin boð og bönn, allt er gott í hófi. Númer 10, drekkum vatn. Og ef þið fylgið þessum 10 atriðum þá er ég nokkuð viss að þið munið finna ótrúlega mikinn mun á okkur á líðan og orkustígi. Og ef þið hafa áhuga á svona fróðleiksmálum og fylgja hlaðvarpinu þá getið þið fylgt líka Heilsuerla á Instagram.